Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Hjól atvinnulífsins snúa svo sannarlega og nokkuð hratt hér í Grindavík. En við ætlum ekki að skoða fisk sem nú svona aðalega atvinnuvegurinn hér í þessu bæjarfélagi, heldur heimsækja 25 ára gamalt fyrirtæki. Já, það Hérastubbur bakari. Já, ætlum aðeins að smakka þar á ýmsu góðgæti. En í Reykjanesbæ hefur líka verið skemmtilegt átaksverkefni í sumar sem heitir Hughrif í bæ. Við ætlum aðeins að skoða það. Það var hópur sem var meðal annars að skreyta bæjarfélagið. Þetta og eitthvað fleira í þætti vikunar. Það margt gott í Grindavík, meðal annars þetta bakari, Hérastubbur, og verið í 25 ár. Og það Siggi sem Hérastubburinn, aðal bakarinn, en svo dóttir hans Hrafnhildur, líka svaka flinkur bakari. Þetta sannkallað fjölskyldu fyrirtæki sem búið að vera rekið hérna. Og við ætlum að kíkja inn. Jæja, Hrafnhildur, lá það alltaf fyrir hjá þér sem ungri stelpu að verða bakari og vinna með pabba þínum? Það gerðist bara svona eiginlega í grunnskóla. Ég var alltaf að koma og hjálpa honum að skrifa kökurnar og svona. Þá kom áhuginn smátt og smátt. Svo var ég afgreiðarendar í búðinni, byrjaði á því. Sem ennþá yngri kannski? Já, bara í 8., 9. og 10. bekk. Já. Og þá kom alveg áhuginn, skilurðu. Það var svona mikið í kringum þetta. Og hvað lá áhuginn hjá þér í einhverju sérstöku? Var eitthvað sem heillaði þig meira, sætabrauð eða brauðgerði eða veist hvað kallar þetta? Sko fyrst var eiginlega bara kökur. Ég sá bara kökur, sko. Já. En svo í dag þetta búið að þróa svolítið og ég komin inn í súrdegið aðeins. Það svolítið spennandi finnst mér núna. Það svolítið vinsælt núna þetta súrdeg? Já, algjörlega. Hvað út af hverju? Ég veit það ekki, þú veist, en Það gott? Já, það mjög gott. Og svo svolítið, þú veist, maður heyrt mikið af fólki sem svona geróþol. Þá fer þetta betur í magan á mörgum, sko. Og Þannig að þú ákvaðst í grunnskóla bara að fara og læra bakara? Já. Og hvernig gerður það? Í hvað skóla fórstu? Ég sótti bara í menntaskólanum í Kópavogi og þar svona bakaradeild og þetta 4 ára nám. Og þú ert að vera með vinnustað líka sem þú vinnur með. Þannig að þú ert að fara á samning á pabba þínum? Já, það mitt. Og hvað það langt? Og það hluti að það inn í þessum 4 árum? Þetta voru 126 vikur sem átt að vinna. Svoleiðis. Og þú geta að díla við kallinn? Já, mjög. Hann vilja fá það samning? Já. Hver vill ekki hafa börnin sín í fyrirtækinu? Já, það Er það ekki gaman? Jú, það mjög gaman, sko. Já. En svo fórstu eitthvað að læra meira, var það ekki? Jú, svo fer ég eftir bakarnámið til Kaupmannahafnar og læri kökugerð sem var 1,5 ár, já. Þannig að þú ert búin að vera að bæta við þekkingu í faginu? Já, svo var ég núna að klára síðasta ár súkkulaðimeistarann í Óðense í Danmörku. Já, Grindvíkingar eru í góðum málum, heyri ég. Já, það má segja það. Já. En þetta samt bara rosa gaman og það líka bara svo gaman það sem hefur verið að gera til þessu í okkur núna að tekið svo vera að móta okkur með því sem við erum að gera. Alveg sama hvað þú gerir, þú veist út að koma með eitthvað nýtt. Núna til dæmis á þriðjudögum er hún farin að gera súrdeigs nanbrauð. Þau bara, eins og eitthvað það ekki búið til, þetta klárast þetta. Og svo er náttúrulega nýja trendi núna finnst mér vera þetta pinnamatur, þú veist, við erum að gera svona pítur, svona pítsur, pínulitla kleinurhingi. Þetta er bara, við höfum ekkert undan. Og sem hún að sýna töfluna. Nei. Ertu hér í bakarinu meira í kökum heldur en í brauðum og slíku? Er pabbinn að láta þig vera meira í því? Já, ég svona sé yfirleitt kökurnar hérna, en svo hef ég alveg verið að fikta með náttúrulega brauði líka, þú veist. Ég hoppa bara í öll verk svo sem. Já, súrdegi heillar? Já. Heillar súrdegi þig?
Það rosalega gott og eins og við höfum verið sagt líka, þetta miklu þetta hollara heldur en gerbrauð. En svo alltaf spurning hvað við maður fikta langt með þetta. Meiri vinna við þetta eða? Nei, það bara lengri tími. Vinnslutíminn alltaf öðruvísi og miklu lengri. Við erum farin að búið til súrdegssnúða, súrdegsbrauð, súrdegssrúnstykki, súrdegsnanbrauð. Nú pælingi hvort við að fara út í súrdegspítubrauð. Því við gerum örugglega einn bestu pítubrauð á landinu, þau fara allavega með Vínarvöll. En við verðum að passa okkur líka, við höfum ekki ofgera allt. Við höfum alveg helling að gera og eins og ég sagði, nýjasta trendið náttúrulega vegan og það það sem kom að skala því sá markaður alveg ótrúlegur og það ekkert allir að þjónusta. Hvernig, ég sé ekki alveg fyrir mér, kleinurhringi vegan. Já, og það samt svo mikill misskilningur með vegan sko, þetta ekki hollt, þetta bara að þú nýtir enga vörur úr dýraríkinu. Þannig að, þú veist, þá tökum við bara mjólkina og eggin úr, oft á tíðum, og smjörið. Og maður þarf samt ofta að leika sér svolítið með uppskriftirnar, eins og við erum með þessa brownies hérna. Ég veist sko 5 eða 6 tilraunir til að finna réttu leiðina út. Það bæði egg og smjör, svona stór innihaldsefni í þessu venjulega brownie. Ekki í vegan alltaf? Nei. Þannig að það ertu svolítið að fikta og þróa það svolítið mikið áfram. Hvernig gekk það? Mjög vel. Það eru bara allir mjög ánægðir með það, sko. Allavega selst alltaf upp. Hvað finnst þér þetta vegan, gamall hundur í fæinu? Sko, þetta forvitnilegt, en eins og ég sagði nú einhvers staðar að ég ætti ekkert að sleppa að borða naut og bernes, sko. Nei. Ekki að ræða það. En aftur að kleinurhringjunum, eru þeir til sem sagt vegan líka? Já, við erum með þá hérna, bara eins og hérna, karmelu kleinurhringur vegan, það náttúrulega ekki egg og ekki mjólk og ekki neitt í þessu. Svo erum við með hérna venjulegan, þú veist. Já. Og hvor vinsælli í bakaríinu? Þessi að ná í þennan, sko. Einmitt. Og einmitt, það eitthvað lemska að því þetta heitir vegan, að þá á þetta að vera eitthvað öðruvísi, eitthvað verra eða eitthvað, því að megnið af vörunum sem við framleiðum eru vegana, því við erum ekki með mjólk, þú ert ekki með egg. Í brauðum, já. Í brauðum og svoleiðis. Þannig að þetta slegið í gegn. Og svo erum við með sem búin að pröfa að búa til vegan vínabrauð. Það mjög, og það svolítið erfitt að gera það, en hún búin að finna sér leið til að gera það á. Og þau eru náttúrulega aðeins öðruvísi heldur en þessi venjulegu, en með góðum kaffibólla þá þetta alveg geggjað, sko. Sérbaka vínabrauð. En hvað með gömlu vörurnar sem við þessir eldri þekkjum úr bakaríum, svona snúðarnir, gömlu góðu og vínabrauðin og annað. Hvað þetta, ég spyr, það vinsælt í dag ennþá? Já, það selst allavega. Við höfum ekki merkt einhverja minnkun í því. Við segjum stundum að bakarí séu lítið af því við þurfum meira pláss til að koma öllum þeim vörum sem við framleiðum hverjum einasta degi. En það hefur ekkert, við róterum svolítið mikið í því til þess að hafa nóg pláss og nóg vöruúrval, sumir sem koma inn að þeir fá valkvíða og það reyndar ágætt. En hafið þið verið í einhverjum svona séróskum, þannig að eru Grindvíkingar duglegir að panta hjá þér tertur og svona ef að þú ert svolítið flottar í því? Já, það rosalega mikið að gera í kökum núna. Og hvað eitthvað sem að vinsælla þar en annað? Með súkkulaði eða eitthvað öðru, eða eitthvað lína þar vinsæll en önnur? Sko, mér finnst núna svolítið mikið súkkulaðikökur vera komnar inn og þar held ég þristakakan vinsælust eða saltkarmelu. En svo svona, það alltaf sama grúppan sem vill fá marsipankökuna sína með jarðarberafyllingunni. Þannig að Grindvíkingar hafa verið mjög opnir í rauninni fyrir þessum nýjung sem þið hafi verið að bjóða hérna upp á? Já, við getum ekki kvartað yfir því. Það alveg, og það bara eins og ég segi út allt. Nýjasta trendi finnst okkur til dæmis í þessu massipandóti, það jarðarber, kókosbolla og vanilurjómi sem alltaf ótrúlega kombo, en við gerum eina brúðkaupstertu svoleiðis hérna í Grindavík og það hefur bara ekkert stoppað að spyrja þetta kombo. En svo reynum við náttúrulega bara að gera það sem
ef fólk kemur með óskir þá bara gerum við það bara þannig. Það á líka að vera þannig. Við erum hérna til þess að þjónusta fólk og höfum alltaf verið að biðja fólk að panta hluti af því að það ekki alltaf allt til á morgun. Hringdu þá frekar í bakaríið þá og segir ég ætla að fá svona á morgun og þá gerum við það á morgun. En það verið að því við vorum að ræða vegan, nú alltaf verið að tala um að minnka sykurneyslu. Hvar kemur sykurinn inn í þetta allt saman? Hann alls staðar? Já, við höfum ekkert fundið fyrir því eitthvað að fólk sé að minnka sykur, sko. Ég get ekki sagt það. Þannig að það sykur í vegan? Já, algjörlega. Ég minna, það allt gott í hói, sko. Það mátt alveg leyfa þér. Ég segi það. Hvað uppáhaldið þitt? Sko, vegan kleinurhringurinn núna. Það bara, hann geggjaður, sko. Já. Og súrdegsbrauð? Já. Súrdegsnaanbrauð, mér finnst það rosalega gott. Það byrjaði bara heima ég að elda kvöldmat, sko. Og hendi súrdegsnaanbrauð og svo fór ég með til mömmu og tengdi mömmu og þau smökku og það var hérna bara, þetta var geggjað, þannig við prófum hérna og kúnarnir alveg sammála því. Þið bakið ekki gammaldags fransbrauð? Jú. Þið gerir það líka? Já, það ennþá gamlar hefðir hérna líka? Já, og við erum náttúrulega með besta normalbrauðið sem við farið þótt við að vera leitað. Það svona svolítið gammaldags? Það með harðri skorpu og mjúkt inn í, það ótrúlega flott. En nú ertu búin að, þið og þú sem stofnandi hérna í 25 ár, þetta sem sagt búin að vera mikla breytingar á þessum tíma? Já, við erum búin að, ég og pabbi minn stofnum þetta 95 og við erum búin að fara í gegnum hérna nokkra skafla. Það var stór skafla í hruninu en ég held að við séum að við erum komin langt út úr því núna og nú gengur bara vel og við þurfum ekki að kvarta. Hvernig stendur því að og þú varst að segja að það væri búið að vera brjálæði að gera hjá okkur og ekki síst eftir að COVID byrjaði? Við hefum átt að leyfa okkur að koma en þetta var að byrja en þetta í dag núna erum við náttúrulega með mega bara vera 4 í bakarínu þegar röðinu hérna langt út á götu. Fólk virði það, eina sem maður var svona óhreins með útlendingunum var ekki alveg að virða þetta fyrst en ég hef ekki skýringuna, ég veit meina það að fólk var heima og þurfti að borða og þá náttúrulega kom það í bakarí. Við náttúrulega erum að opnum hérna klukkan 7 á morgnana og það opna ekki allir staðir í Grindavík fyrir 8 til 10 og það ekki margir staðir. Þannig að eru þið að fá aukin viðskipti bara meðal annars þegar það eru fleiri bæjarbúar heima á sig núna heldur en... Það getur nefnilega alveg vel verið, skilur, og þeir séu heima við en svo erum við bara að fá alveg eins og núna helgar að því maður þykist þekki alla. Ég þekki minni hlutan sem kemur hérna á laugardögum og sunnudögum. Og þá er allir að forvitna sem það sem við höfum í boði fyrir veganista sérstaklega. Hún nú svo dugleg á Instagram að hún kemur alltaf með sem sagt vegan matseðil í bakaríinu helgina. Það var bara allt það sem í boði fyrir veganista. Já, Instagram orðið rosalega stór partur af sem sagt bara hvað að gera hérna. Það spila mjög stórt hlutverk. Þá bara fylgjastu með hvað við setjum inn. Og ég meint einn sem ég hitti bara í Sundi daginn, hún sagðist alltaf að fara að eyða mér og þetta væri hræðilegt, hún kemur alltaf oft hérna. En miðaldra fólkið og eldra, það ekki á Instagram? Jú, það allir komnir á þetta núna. Já, hann kominn á þetta. Þú dulur að setja inn myndir eða? Nei, kann ekki svona að gera það, en ég bara varð að fara hann til að fylgjast með. Og eins og þú talar gamaldags, við erum ennþá að búa til jólakökur og formkökur og svo og þær fljúga út leið og virða til. En hver að kaupa þær? Við merkjum það svona eins og við myndum segja við. Eldra fólk kemur og það einn eldri maður til dæmis úr Voganum, hann pantar alltaf og þá gerum við alltaf kökur fyrir hann. En þetta fer bara, við búum þetta til og jólakaka, möndlukaka, sandkaka, þetta bara hverfur. Það er alveg ótrúlegt. Og maður er bara þakklátur fyrir það. Eins og ég búinn að segja líka, við værum náttúrulega ekki hérna ef enginn væri að versla við mig, þá varum við löngu hætt. Við framleiðum enn þann dag í dag sjálf okkar hamborgarabrauð, okkar pulsubrauð. En þú ert ekkert að selja í verslunum, þetta allt bara hér? Allt hér, nýjasta trendi okkar við vorum að gera smá samning við veganbúinn í Reykjavík, sendum þar vörur inn 3 í viku. Og það virðist vera mjög mikið að gera hjá þeim líka. Er það hérastuppur vegan vörur? Já.
Hvernig kom nafnið til? Sko, það er náttúrulega bara, var beint, ég er náttúrulega sjálfur svona vitleysingur í æsku að þykist vera leikari og svona og þá var bara dýrin í hálsaskói og hérastubbur og merkið sem sagt systir konuna minnar, hún teiknaði þetta. Það var alltaf í deiglunni að það myndi fella, eða við séum logoið, hann heldur á sem sagt spjaldið, hann átti að fella spjaldið sem það andlitið kom í ljós en við ákváðum að halda því og það er bara flott. Við getum alltaf sýnt ykkur þessar limmiða sem við erum búin að vera búið til sem sagt fyrir þetta dæmi hérna, vegan. Þú þarf að vera með innihaldslýsingar á öllu til þess að vera með allt á hreinu. Sko. Og hvað má eiga vona á einhverjum fleiri nýjungum frá þér á næstunni? Já, maður er alltaf að reyna að finna eitthvað nýtt sko. En við ætlum að láta nanbrauð vera núna á svona 3 dögum í bili, svo finnum við eitthvað sem við komum með sko. Hvernig kemur vegan snúður? Hann er vegan. Hann er til? Hann er vegan. Já, hann er vegan. Já, við allir okkar glassur allir þegar við vegan. Já, við breyttum bara aðeins. Breyttum aðeins. Og enga hvort hann er? Nei, það hefur ekkert hérna. Við tókum út sko rauðan matalit úr sem sagt eins og bleika glasúrnum. Nota sólberjasaft. Já, það kemur ekki mikið bragð en það kemur svona þessi bleiki litur. Þegar þið hittist fjölskyldan all, þið, feðgin og bræðurnir, þið er ekki að ræða bakarí, er það? Nei, það er nú ekki mikið það. Og það er ekki lygi, skilur við. Það gleymir alltaf eitt í umræðan, við erum alltaf ein fótboltafjölskylda líka, sko. Við elskum eitt lið í Englandi og við erum öll liði á kafi, sko. En náttúrulega núna er ekkert gaman, það er bara, við komumst ekki út einu sinni. Við elskum Grindavík og við erum ekkert að fara það, ekki strax. Ég elskar Grindvíkingar ykkur greinlega líka. Já, við getum allavega ekki sagt annað, annars var löngu búið að loka það. En varst ekki bara þú sem bjargar þessu bakarí, ég meina? Ég veit það nú ekki. Breyttir tímar og það, nýju fólki fylgja alltaf breyttir tímar og maður verður bara sett, eins og ég segi alltaf, ég er orðinn gamli kallinn og nú verður maður bara að fylgja straumnum, sko. Haukrif í bæ, þetta var ansi skemmtilegt verkefni hérna í Reykjanesbæ í sumar. Já, heldur betur. Fengum að skapa listaverk hérna út allan bæ. Hvernig svona gerðu þetta? Sko, það voru 15 ungmenni sem komum til starfa til okkar og við erum 2 verkefnastjórar og við fórum bara í hugmyndavinnu með þeim og leiðum hugmyndin þeirra að þróast og svo var haldin kynning fyrir bæinn og svo á endanum samþykkt og þá var bara farið í að framkvæma. En það er búið að mála hérna fullt af veggjum og það er búið að gera fleiri hluti. Var þetta bara allt til í hugmyndavinnunni? Já, og sko alveg nóga hugmyndum að taka úr og við náðum ekki að klára allt sko. En hérna, þetta voru allt hugmyndir hópsins. Og er svona klárt fólk í hópnum að það var hægt að gera allar þessar hluti? Já, heldur betur og klárir verkefnastjórar. Já. Það er náttúrulega ferli að fara í gegnum framkvæmd hugmynda og hönnun og allt sem kemur að því, en mikill lærdómur sem er á baki líka. Og svona það helst að þetta þið voru að mála veggi og götur og búið til sæluhús og ég þekki, var eitthvað fleira, já, pizzaofnar og... Pizzaofnar og, jú, bara, þetta er svona það stærsta. Svo náttúrulega skrúgarurinn, gerðum þrautabraut og já, það er svona, og vorum með tónleika. Já, og fjölskyldudag. Og það var mjög skemmtilegt. Við vorum með tónleika hérna út allan bæ. Guðlaug, þetta er skemmtilegt svona fyrir bæjarfélagið að það er sannarlega búið að lífga upp á bæjarlífið. Heldur betur. Það var aðalmarkmiðið með þessu verkefni. Það var semst að þau myndu svona mála bæinn rauðan, þannig að lífga upp á bæinn. Og hérna, ég held að það tekist bara gríðarlega vel og það var ótrúlega gaman að sjá hvað fólk var ánægt. Þau fengu svo ofboðslega mikil viðbrögð á samfélagsmiðlunum. Það er náttúrulega, þú veist, þau voru líka klár með það að þau voru duglega að kynna allt sem þau voru að gera. Voru með þannig fólk í hópnum og hérna, ég bara gæti ekki verið ánægðari með afraksturinn af þessu verkefni.
Þetta var náttúrulega, þetta þannig til komið að við fengum styrk frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu í fyrra þegar Vá féll. Þá settu peninga inn á svæðið sem átti að stuðla að einhverju virkni. Og við í Súlunni vorum að reyna að finna einhverja lausnir og við auglýstum fyrir ári síðan í svona verkefni og það voru bara svo fáar umsóknir sem komu og við gátum ekki fara af stað. En svo náttúrulega núna árið seinna var þetta í rauninni erfiðar ástand heldur en í fyrra og við auglýstum og það komu fullt af umsóknum og mér fannst aðalmáli vera að fá flotta verkefnastjóra sem gætu stýrt þessu og við fengum Hildi, Hlíf og Ingvar Hrafn Laxdal, rosa flott fólk og þau í rauninni bara keyrðu þetta áfram, gerðu það glæsilega og svo fengum við alls konar fólk inn í hennar hóp. Og við reyndum að vanda valið líka þar inn að taka fólk sem að virkilega vildi vinna svona verkefni. Og ég náttúrulega inn í einhverju ramma með svona skapandi hugmynd var búin að hugsa, það voru þarna strákur að læra smíði að sækjum og strákur að læra rafvirkjun og ég hugsaði með mér, býtu, hafa þeir eitthvað að gera í svona skapandi hóp? En svo náttúrulega kom það algjörlega daginn að það var það frábæra að vera með svo fjölbreyttan hóp sem gat gert og framkvæmt eins og til dæmis að smíða öll þessi hús og fleira sko. Þannig að hópur var samsettur af, eins og við kallum, kláru fólki sem að gæti gert þetta allt saman. Já, úr alls konar greinum. Það var bara, við vorum með leikara, við vorum með kvikmyndagerðamenn og smiði, einmitt með mikilvægt að það sé tekið inn af því það sko skapandi starf. Já, akkurat. Og þetta voru náttúrulega ungmenni sem að í rauninni fá verkefni meðal annars út af þessu og eins á tímum COVID. Já, algjörlega. Það náttúrulega var mikil þörf núna fyrir störf og þetta var náttúrulega bara svona 2 mánaða verkefni og það sem þessi hópur er búin að gera á 2 mánuðum er bara með ólíkindum. Og við menningar- og atvinnuráð fjallaði þetta á sínum síðasta fundi og eru að leggja til að það verði áframhald á þessu starfi og ég vona svo sannarlega að við getum haldið þessu áfram því þarna fengum við náttúrulega utanaðkomandi fjármagn en ég ætla að taka það samt fram, þetta var unnið í gríðarlega góðu samstarfi við umhverfissviðið þannig að við hefðum ekki getað gert þetta öðruvísi að greiða öllu þessu fólki laun og annað nema í þessu samstarfi þannig að og mér finnst það líka svo gaman að við erum ofta aldrei föst inn í umhverfissviðið er að sinna einhverjum að leggja götur og hraða hindranir og eitthvað og menningarsviðið er að standa fyrir viðburðum og eitthvað, en þarna var frábært samstarf og ég vil bara, við höldum svona áfram. Það kemur inn hópur óskyldur, hvað ég var að segja, bæjarapparatinu og gerir þessa hluti, náttúrulega með ykkar hjálp. Já, og þetta var pínu svona eins og með þríeykið að allar tillögur sem þau lögðu fram næstum því fóru í gegn. Það var svolítið gaman, fyrsta vika þeirra fór í bara hugmyndavinnu. Þau alveg bara notuðu vikuna og þau lögðu fram svo kynningu fyrir okkur sem stóðum á baki þessu verkefni og voru með svona bara PowerPoint show og færðu rök fyrir sínum hugmyndum, voru búin að gera fjárhagsáætlun og bara, huga að öllum þáttum og svo var náttúrulega sumt sem að kannski, ef við tökum sér dæmi, þú vorum með hugmynd að einhver svona leikföngum fyrir börn eða svona leiktækjum og það náttúrulega þarf að uppfylla svo rosalega mörg öryggisatriði og annað til þess að það var þá tekið út og fókusin settur á eitthvað annað. Þannig að þetta var alveg ótrúlega, en þau fengu ótrúlega frjálsar hendur. Hugmyndalistin kannski hvergi næri tæmdur þegar ég alveg nóg til fyrir næstu ár? Næstu ár, heldur betur. Já. Svo líka bara finnst mér gaman að sjá bæjarbúa tjá sig á samskiptamiðlum hvar þeim finnist að við ættum að koma. Og það vantar ekki hugmyndirnar, það finnst mér alveg og má dreifa þessu út allan bæ. Þú ert nú heimamanniska hér en þú varst með verkefnastjóra á Reykjavík, hvernig fannst honum? Honum leist svo vel á okkur, ég alveg reynd. Það svolítið gaman að kynnast bænum svona, hann nýfluttur hingað og fá bara svona beint í æð menninguna og bæjarbræinn sko. Eru þið með einhver súperverk á kantinu sem að bíða næsta ár sem þú vilt segja okkur frá eða er þetta allt leyndó? Það er allt leyndó. En Guðlaug, svona ljúka þess á því að það náttúrulega verður engin ljósanótt í ár og það er skarð fyrir skildi og
vondafrétti fyrir okkur hérna. Já, þetta var, hvað maður að segja, versta niðurstaðan. Við vorum svo bjartsýn eftir svona í sumar þegar við vorum komið með þessi orðum að eftir verslunarmannahelgi væri við komin í 1000 manns og við höfum sendt erindi til heilbrigðisráðuneytisins og fengið svona svör það að ef allt gengi vel þá væri komin í 2000 manns mánaðamótin ágúst-september. Svo bara á 2 vikum þá bara hurfu þessar vonir gjörsamlega. Þannig að, þú veist, okkur var eiginlega ekki stætt á því að fara að safna saman fólki og en það sem að jákvæð sem kom út úr þessu og ég er ofboðslega ánægð með, það er þessi pæling að setja hátíðin í hendur bæjarbúa. Við lögðum að stað með þá yfirskrift, við ætlum að fella niður stóru viðburðina út í tónleikana og þetta og bjóða fólki að standa fyrir viðburðin sjálft og við fengum frábærar undirtektir, við fengum á 4. tug umsókna af öllu tagi, mikið af tónleika svona eins og þú veist út í hverfum, svona brekkusöngur inn í Njarðvík og fleiri stöðum og eins og ég segi, þetta er eitthvað svona þróun sem ég vona að verði áframhaldandi og við getum haldið áfram með næsta ári. Við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkurhjörta. Við erum búin að gefa út blað í 40 ár og fögnum 40 ára afmæli fyrir stuttu síðan. En við höfum verið á netinu, síðustu 20 vikur, en við splæstum í prent núna og ætlum að gera það eitthvað ára. Það verður fagnaðarfundir með blaðinu og mörgum lesendum þessa vikuna. Hvetjum ykkur til þess að ná ykkur í blað víðsvegar á Suðurnesjum. Dreift ókeypis. En við erum líka á netinu á vaff.is með nýja fréttir alla daga vikunar og golffréttir á kylfingur.is. Kylfingar eru á fleygiferð ennþá. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns geti fundið á Víkurhjartavefnum vaff.is og einnig á hringbraut.is. Við þiggjum góðar ábendingar skemmtilegt efni í okkar miðla. Við þökkum fyrir að þessu sinni, sjáumst á vikuleiðinni. Verið sæl.